Sæl og blessuð. Hvernig eru þið? Hafið það gott? Ég hérna nýskriðinn frá Þýskalandi. Ég fór þangað með hérna vinum mínum Emilíu og Bínu og Kristínu og Miriam. Þar fekk ég að pröfa að fara á samkomu hérna annar staðar en hérna. Ég hef aldrei farið í kirkju einu sinni nema bara hérna á Íslandi og hérna þar fekk ég að labba inn á samkomur þar sem var risastór salur, 1000 manns að lofa Guð. Og ég get bara sagt ykkur það breytti mig bara. Það breytti mig bara algjörlega að sjá svona mikið af fólki og upp í rjáunum og það gargaði á Guð. Bara halleluja fyrir lífið, þakkaði fyrir að losa mig við syndina mínar og alla þær sem eftir eru vill ég gefa þér. Þetta var bæn sem ég fór með. Ég áttaði mig á því að ég var að þykjast vera syndlaus. Ég var að þykjast vera eitthvað rosa merkilegur með mig eða svona, ég hélt það, ég væri búin að losa mig með það og ég einhvern veginn sannfæri sjálf á mig að út af því að ég átti svo rosalega sögu að þessar litlu syndir sem ég var með í dag, að þær skipti ekki máli. Og ég áttaði mig á því að þessar syndir, þessar litlu syndir sem eru búin að stýra öllu lífinu mínu, ég er búin að fylgja holdinu mínu allt mitt líf þangað til fyrir 3 árum síðan og mér fannst bara að vera komin tími til að byrja að taka almennilega til og hafna þessu holdi og pröfa að fara að fasta og pröfa að losa sig við klám og losa sig við nikotín og allt þetta dæmi og minnka símana og eitthvað og hvað? Ég veit að þetta er erfitt. Já, svona var heldur í þetta, þessar litlu deyfi skammta sem maður er með í skjánum, skiljið, og en allavega. Þetta var til þess að mér langaði að koma hérna og mér langaði að leiða lofgjörð, bara leið og ég kom frá Þýskalandi og þið eru svo heppin að fá að njóta þess. Ég er fylltur af Jesú og mér langar að njóta þess með ykkur og ég vil bjóða ykkur öllum að vera með í lofgjörðinni og við ætlum að hafa lofgjörðina aðeins öðruvísi með öðru sniði í dag. Ekki þannig séð en við ætlum að taka okkur tíma, við ætlum ekki að drífa okkur neitt, við ætlum að leyfa lögunum að rúlla áfram, við ætlum að njóta þess að vera í nærveru Guðs. Þegar ég er búinn að setja þetta hérna í eyrun mín og ég lít hérna á hann trommuleikarann Gunna, þá ætla ég að gleyma hvar ég er, út af að ég ætla að vera uppfullur af Jesú, uppfullur af Guði og það er ekki fólkið hérna inni sem skiptir máli, það er hann sem skiptir máli. Hann er mikilvægasta manneskjan, hann er manneskja sem að bjargaði mér. Og mér langar svo mikið að þið njótið þess með mér. Það er svo fallegt þegar við lofum Guð saman. Þegar við komum saman með eitt stórt hjarta, við sláum öll í takt. Við görgum út sama nafnið, við görgum út sama friðin og sama frelsið. Ætlið að vera með í þessu. Þannig ég ætla bara að bjóða okkur að standa upp og þau sem þora og vilja, alveg svo ég gerði, ég kom hérna, ég fór hérna fremst, ekki bara til að dansa, þetta er líka til að bara koma og vera alveg eins nálægt nærvunu og hægt er. Þannig að Gunni, ætlum að fara af stað með þetta og bara lokið augunum og njótið þess, lofið Guð með okkur.
perfect and true. There's no one like Jesus, Father's delight. Simply adore you, the love of my life. You're the most important person. And I live to love you. You're the most important person. And I live to love you. There's no one like Jesus, no one like you. I bow in your presence, my heart is renewed. Name is majestic, light up the room. It's easy to praise someone, that someone is you. You're the most important person here. And I live to love you more and more. You're the most important person here.
Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Takk fyrir lífið, Jesus. Takk fyrir að reisa mig upp frá dauðum. Takk fyrir að gefa mig líf með þessu yndislega fólki. Takk fyrir ég sé ekki hræddur að ganga með þér lengur. Takk fyrir að þú breyttir því hvernig ég tala, hvernig ég lifi lífinu mínu, hvernig ég kem fram við aðra. Takk fyrir því. Person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to, and I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to. I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. The blood could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the presence of God, what my heart experienced when my sin met the Most High, and my sin met the Most High. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside.
It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about performance, perfection, or striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be holy or righteous, purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be worthy, forgiven, justified, relieved? Let me tell you, it's only by the blood. The blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Sing sama. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. And what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my
was born to lift the name above all names. You hear the melody of all creation. But there's a song of things not only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You are the infinite God of the ages. Yeah, you chose to make my heart your dwelling place. You healed my brokenness, showed me your glory. So I have songs of things not even angels sing. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? And there is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy but Jesus? There is no one, there is no one, no one ever will be. He who was and is to come, the Alpha and the Omega. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Who else is worthy? Who else is worthy? Only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Only you, Jesus. There is no
röddinni þinni til hans. Hvort sem þú kannt að syngja eða biðja í tungum, bara látum þennan sal fyllast af bæn til hans. Frá þínu hjarta til hans. Is worthy. There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no seated on the throne above, holy, holy, righteous one who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up, holy, holy, Lamb of God, anointed one who was and is to come. Amen, hvílík lofgjörð. Við ekki að rísa á fætur, við ætlum að biðja saman. Gott, koma fram fyrir Guð, útréttar hendur, sérstaklega eftir svona lofgjörð, hjarta okkar galopið. Hann þráir að grípa inn í líf okkar, hann þráir að gefa okkur líf og líf í fulltingnaði. Óvinurinn kemur til þess að stela, slátra og eyða og hefur verið að gera það enn á ný. Og við ætlum að biðja fyrir fjölskyldum ungs manns sem að lést núna bara fyrir nokkrum dögum síðan. Og þetta bara að gerast allt og mikið og við þurfum að setja niður fótinn núna, stoppa þetta af. Og ég býð þess að Guð megi gefa okkur að við megum lýsa bara kærleika hans og elsku til annarra. Það er það sem við þurfum að gera. Við viljum sjá fullan sal af fólki hérna og í öllum kirkjum landsins. Að fólk fá að læra og þekkja sannleikann. Og hirðirinn, eina hirðirinn sem klikkar ekki. En við skulum bara leggja all okkar bænarefni í hans hendur. Þú ert með eitthvað á þínu hjarta, lyftið til hans, það er kannski ættingi, vinur, kannski bara þú sjálfur. Kvíðin, óttinn, hræðslan, vanmáttakenndin er að berjast, fíknin er að banka á, út kannski inn og ert undir áhrifum. Þú er velkomin að vera hér með okkur. Það er gott þú ert hér, en ekki einhvers staðar annars staðar. Hér er gott að vera, hér finnur þú kærleika Guðs og elsku Drottins. Við þráum að gefa hann áfram, elska fólk til lífs. Bara Faðir, við þökkum þér fyrir náðin og miskunn, Drottni. Ég þökkum þér fyrir að þú ert undursamlegur Guð. Við þökkum fyrir, Drottni, einn og sérkvæmt sem er hér inni. Við viljum byrja þér, Drottni, að leggja þessa fjölskyldu í þínar hendur, þessa unga drengs, Drottni minn. Faðir minn, gefðu þeim bara að fá að hvíla í þínu, Faðir minn, Drottni, skuggavængja þinna, Drottni.
Gefðu drottinn þau mig að gráta í þínu faðmi, drottinn. Við köllum bara blessun við þessa fjölskyldu, drottinn. Blessun drottinn, hann unga dreng, drottinn. Takk fyrir þau kynni sem við fengum á honum, leið okkur drottinn að minnast góðu stundana, fjörið og sprellháttinn sem var í honum, drottinn. Og ég beiði faðir minn að þú mig bara, þú tekið vel á mótunum að fara að hvíla í þínu faðmi, þar sem engin sjúkdómar, engin hvíli, engin ótti, ekkert að berjast við. Drottinn, bara friður og þinn kærleikur, drottinn. Svo leggjum við bænarefni eins og sérkvæmt sem inn í þínu hendur, drottinn. Við erum öll með eitthvað hluti í okkar hjarta. Og ég beiði bara, drottinn, þú mig koma inn í þær kringumstæður með þína læknandi hönd ef það er sjúkdóm sem þarf að eiga. Drottinn, þú ert góður Guð, þú ert undursamlegur Guð. Þú segir í orðinu að hvað sem við biðjum í þínu nafni það myndu veita okkur. Gefðu okkur, drottinn, að við mögum koma með í trú frammi fyrir þig, drottinn. Og við vitum að þú mynd grípa inn í. Takk fyrir all kraftaverkin sem eru hér inni, drottinn. Fólk sem við fengið bænasvar upp á mínútu, drottinn, og ég þakka þér fyrir það, drottinn, að þú ert alltaf til staðar ef við leitum þín, komum fram fyrir þig með opinn faðminn, útréttar hendur og tökum á móti blessunum þínu og elskum þínu, drottinn. Við elskum þig og við þráum að fá að lyfta þínu nafni. Þú ert það besta sem til er, drottinn. Opnaðu augu fólks, drottinn, sem þekkir þig, drottinn Guð. Bara blessun og varðveislu veit og sérbitt sem er inni hér í kvöld, í Jesú nafni. Amen. Svo gott að biðja. Finnst ekki gott að biðja þegar við erum búin að vera í svona lofgjörð. Það er svo gott að því að hjarta okkar er opið til þess að taka mótið sem Guð er fyrir okkur. Og Guð er með áætlun fyrir þitt líf, áætlun til heilla en ekki til óhamingju. Vona ríka framtíð. Það er það sem hann er fyrir okkur öll. Það gerði hann fyrir mig og það hefur gert fyrir svo marga hér inni. Bara við treystum honum, látum af og leifum Guði í Jesú nafni. Amen. Það láta líka að við ætlum að taka samskot og láta körfuna ganga og það er pósi hérna aftast endilega takk ég þátt í þessu með okkur. Við þurfum að borga fyrir að vera hérna og það er bara alveg góðalegi og við erum þakklátt veginu að fá að vera hérna mánudag eftir mánudag. Þessu starfi síðan 2011 sem við verið meira og minna hér þó við verðum nokkuð öðrum stöðum líka og blessum við veginn og kirkjuna hér og þökkum fyrir það að tekið svona vel á móti okkur í Jesú nafni. Og við ætlum að lofa Guð í einu lagi viðbót. Minn uppáhalds, ég elska að lofa Guð í þetta lag sem kemur hérna þessa lofgjörð og ég bið það að Guð mig opna hjart okkur enn betur og svo ætla hann Gummi Kalli og er ótrúlega spenntur hann ætlar að koma hérna og tala til okkar eftir næsta lag. Amen. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I have ever, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the good
ætlum að fá Gumma Karl til þess að koma og segja okkur eitthvað mjög skemmtilegt. Bjóða hann velkominn. Alveg United velkominn, maður heyra. Komið sæl, mikið gott að bara stórkostlega dásamlegt kvöld og bara kröftug lofgjörð virkilega, sem að virkilega snerti við mig. Já, ég bara til að tala allavega, ég heitir næstu því Gummi Karl. Ég er kallaður Gummi Kalli, það er bara stytting af Guðmundur Karl og það er bara kalla með þetta Gumma Kalla. Ég er prestur í Lindakirkju, hérna í Kópavogi og svona upprunalega er ég nú Keflvíkingur og kem það, má ég sjá öðru sem horfði á leikinn í gær? Nei, ég horfði ekki á hann sko. Ég fylgist almennt ekki með fótbolta, það er bara af svona fortíðartráma, hún segir, af því að í gamla daga var ég alltaf valið síðastur í liðið og yfirleitt svona ef að ég var stundum svo heppinn að vera svona súkkulaðikveina í sigurliði en sko oftast var ég bara í tapliði og svona man alltaf eftir því að standa við netið í markinu og bara ok, Gummið út með okkur nema ég man eftir einum leik sérstaklega svo ég rifji upp knattspyrnuferilinn þá man ég eftir einum leik þá vorum við einmitt að tapa mitt lið sko eða liðið sem ég var í og alveg bara afsakið orðalagi drullu tapa. Þá kemur þarna eldri strákur að og hann horfir á leikinn í smá tíma og þá var svoleiðis gjörsamlega búið að spila okkur upp úr skónum og hann segir er í lagi að ég spili með þeim sem er að tapa? Segir hann og jú, hérna fannst það allt í lagi, þetta væri hvort þið er gjörunni leikur. Ég ætla að taka þig þennan og láta þið tala í... Já, ég er með svona. Já, einmitt. Ég þá er þessi ekki að þvælast fyrir mér. Nei, en... Ekki? Jú. Nú get ég bara verið eins og brjálaður maður. Nema hvað, já, svo ég haldi áfram með leiklýsinguna. Hann spyr, má ég spila með þessu liði? Og jú, allt í góðu. Og hann byrjar að spila með okkur og hann er bara einhver rosalegur tappi í fótboltanum, sko. Og hann skorar hvert marki og eftir öðru og við förum svona nálgast hitt liðið og svo fer hann að gefa okkur og leyfa okkur að skora og alls konar og hann bara réði logum og lofum í þessu leik. Það má vel segja að innkoman hjá þessum var til þess að blása lífi bara í gjörsamlega dauðan leik hjá okkur og bara snúa taflunum við. Allt í einu bara unnum við leikinn. Ok. Ég tek þessa líkingu vegna þess að það er nákvæmlega þetta sem gerist þegar Jesús kemur inn á okkar völd. Breytir kannski vonlausi stöðu í, skyndilega stöndum við upp í sigurliði sem við erum alltaf í þegar við spilum með honum og erum með honum. En það er eitt sem er ofboðslega mikilvægt að átta sig á. Það er að við verðum að átta okkur á því að við erum vonlaus. Ok, þetta er ekki sérlega uppbyggjandi, ég veit það. En það er mjög mikilvægt að átta sig á því að við erum vonlaus sérstaklega gagnvart einum hlut. Það er, nú ætla ég að taka, sleppum voninni, gleymum voninni að geta breytt fortíðinni. Það er algjört kjarnaatriði, má segja. Við getum ekki breytt neinu varðandi það hvað annað fólk hefur gert okkur eða við höfum gert öðru fólki. Við getum bætt fyrir það sannlega, við getum ekki breytt fortíðinni. Og auðvitað vitum við þetta, að við getum ekki breytt mistökum. Menna, ég er ekki að segja bara eitthvað stórkostlega nýtt, en þetta hljómar einhvern veginn ofboðslega sjálfsagt. En af hverju erum við þá svo ofboðslega mikið að velta okkur upp úr fortíðinni þá? Ef þetta er bara svona ofboðslega einfalt. Að segja þetta við sjálf og segja, ég get engu breytt. Þetta er, núna horfum ég fram
Af hverju erum við þá alltaf að vekja upp það sem við köllum drauga fortíðarinnar? Af hverju leyfum við þeim að ganga aftur og aftur og aftur og aftur? Ok, ég ætla að taka annað íþróttadæmi, það mætti halda að ég sé einhver algjör djokki hérna. Það var dagur íslenskrar tungu í gær, en ég sé einhver algjör svona íþróttanörd. Nei, sletti ég aftur. Nema hvað, þegar ég var í barnaskóla svo í Keflavík, þá fórum við oft í leik í frímínútur sem mér þótti skemmtilegur. Það voru bara einfaldar reglur og maður gat eitthvað smá í honum. Það var kíló. Er svona mjög einföld útgáfa af hornabolta eða beisból. Nema maður var ekki með kilfu, heldur bara kildi með hnefanum og svona, hafði ekki farið í kíló. Jú, auðvitað, hvað er ég að útskýrta fyrir ykkur? Og það var eina af þessu reglum var bara þegar maður hitti ekki alveg á boltann og taldi sig geta hitt betur, þá var þetta kallað brendur. Þá fekk maður að kýla aftur. Og þetta kom sér oft vel. Og stundum vildi maður óska þess að lífið væri eins og kíló. Þegar maður klúraði, þá getur maður kallað, brendur! Og fá að gera upp á nýtt. En það bara er ekki þannig. Það er við verðum að setja uppi með okkur sjálf í fortíð, nútíð og framtíð. Við getum engu breytt með fortíðina, við erum vonlaus með það, en það eru hinar tvær tíðirnar sem skipta máli. Það er nútíðin, hér og nú, og svo framtíðin. Ef við höldum að við getum bara einmitt kalla brendur þegar við klúrum einhverju, þá erum við augljóslega á villigötum. En það er von í öllu og til að finna vonina sem Guð vill gefa okkur, þá verðum við að temja okkur þetta að ef við verum að dragnast með fortíðina á eftir okkur, þá hugsum við þó að hún gangi upp á það sem ég vil kalla samt sem áður hugarfar. Við getum ekki breytt fortíðinni, en samt sem áður getur Guð breytt því hvaða áhrif fortíð okkar hefur á framtíðina, hvernig við ætlum að byggja á henni, hvernig við ætlum að breyta og horfa fram á veginn. Páll postuli sagði þegar að hætta henni fyrirbreytni og afklæðast hennum gamla manni. Og svo bætti hann við og íklæðast nýja manninum, hennum nýja manni sem er skapaður eftir Guði í réttlæti og heilarleika sannleikans. Það er að afklæðast, fara úr gömlu lörfunum og takast á við eitthvað nýtt. Það er framtíðin sem Guð vil gefa okkur. Við verðum að gefa upp vonina með að við getum á einhvern hátt breytt því hvernig aðrir hafa selt okkur. Og til okkur þetta samt sem áður hugarfar. Við getum ekki breytt því ef aðrir hafa komið illa fram við okkur, samt sem áður getur Guð frelsað okkur frá beiskju, hann getur frelsað okkur frá reiði, hann getur frelsað okkur frá fíkn, og hann getur látið ljósið sitt eyða þessum skuggum fortíðar, þannig að það skipta engu máli. Ég ætla að lesa fyrir okkur Matteusar guðspjalli, þar sem segir, þá steig Jesús í bát og hélt yfir og kom til borgar sinnar, þar færa menn honum lamaðan mann. Það er eiginlega bara í Biblíunni sem er talað lamað fólk. Ég tala alltaf lamað og við tölum lamað fólk, en ég var komið til hans með lama mann sem lá í rekkju. Þegar Jesús sá trú þeirra, þá sagði hann við lamaðmanninn, hvað sagði það? Vertu hughraustu barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, því hugsið þér illt í hjörtum ykkar. Hvort er auðveldara að segja syndir þínar eru fyrirgefnar
eða statt upp og gakk. En til þess að þið vitið að mannssonurinn, það er að segja Jesús, hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamaða manninn, statt upp, tak rekkju þína og farðu heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólki sem horfði á þetta var óttaslegið og lofaði Guð sem hafði gefið mönnum slíkt vald. Já, þetta var eina af þessum kraftaverkafrásögum. Lamaði maðurinn fór heim fótgangandi. Það eru stóru fréttirnar í þessu guðspjalli, er það ekki rétt? Hann eignaðist nýtt líf. Hann gat gengið aftur. Breytingin á högum hans hlýtur að hafa orðið algjör. Við tölum oft hindranir sem verða á vegi fatlara núna. Við erum að tala skábrautir og lyftur og hvaðina. En á tími Jesú þá bara komst þetta fólk hvorki lönd við strönd eða var lamað. Nema þá að einhver myndi hjálpa því. Og eina leiðin kannski til að taka þátt í atvinnulífinu var kannski helst bara með betli. Það var algjörlega upp á kærleika og gæsku annarra komið. Og hvað ætli maður eins og þessi þrái mest í lífinu? Er það ekki eðlilegt að hann þrái að fá mátt í fæturna? Að sjálfsögðu, við hljótum að segja okkur það. En það segir að mennirnir horfa á útlitið en Guð lítur á hjartað, og það var það sem að Jesús gerði akkurat þennan dag. Hann horfði ekki á manninu og hugsaði, auðmýkja maður, hann getur ekki staðið í fæturna yfir að bjargunum. Hann horfði á hjartað. Hann vissi hvað hann þurfti. Og þess vegna, auðvitað leit hann lengra og hann sá ekki bara lamaðan mann fyrir fram að sig. Hann vissi hvað innra með honum bjó. Það var sálar angist í þessu lamaða manni. Við vitum ekki af hverju. Kannski var hann beiskur yfir því að hann slasaðist og misti þannig máttinn í fótunum. Við vitum það ekki allavega. Það sem Jesús segir við hann er ekki bara þetta. Já, þetta minn statt upp og farðu nú með flætið þitt heim. Ég læknaði bara hér með. Nei, hann segir, vertu hughlaustur, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Þannig er Jesús. Hann horfir ekki bara á ytra, hvernig við lítum út eða hvað við sjáum augljóslega einhvern skortir. Hann horfir á hjartað. Hann horfir á þörf okkar og þekkir þarfir okkar, hvað sem þurfum helst. Og þarna voru farisegar, heyrðu við, sem að venju höfðu allt á hornum sér sem Jesús var að gera. Það er bara eins og hann ákveða að lækna þennan lamaða mann af lömuninni til að spara á öfraðin. Er það ekki? Vegna þess að hann heyrði hvað það voru að tala og þá ákveður hann að bara tala við lamaða mann og já, hann spyrði á postinu og auðveldara fyrir mig að fyrirgefa syndir, þessum lamaða manni syndirnar, eða segja taktu og stattu upp og taktu rekkju þínu gott. Auðvitað mannlega tala er auðveldara að segja bara ég fyrirgef syndir þínar. Syndir þínar eru fyrirgefni, það eru bara orð. Við sjáum ekki hvað gerist nema að það gerist eitthvað inn í hjarta lamaðamannsins. En þarna talar hann fram eitthvað sem að augun sjá og ekki verður umvilst að hann hefur þetta vald til að fyrirgefa syndir. Og hann framkvæmir kraftaverkið til þess að staðfesta predikunina, staðfesta að hann hefur þetta vald til að fyrirgefa. Og það er eins og hann taki undir það sem að Gamla testamenti segir með að stæla máttvanna hendur, styrkja hinn skjögrandi kné og segja hennum ístöðulausu, verið hughlaust, óttist ekki, sjá, hér er Guð yðar. Verðu höfuð hátt, ég er með þér. En til þess að Jesús geti hjálpað okkar reiði, okkar biturð og sársauka sem við kunnum að hafa á sálinni,
þá verðum við að koma með það til hans. Rétt eins og lamaði maðurinn gerði. Það var í rauninni það sem að bjó í hjartans. Hann þurfti á þeirri hjálp að halda númer 1, 2 og 3. Honum leið illa á sálinni. Honum sveiði hjartanu undan einhverju. Jesús vissi það og hann mætti honum þar. Og Jesús veit vel okkar sögu, okkar fortíð, okkar sár og veit þarfir okkar og vil mæta okkur í þörfum okkar. Og honum ekkert megn. Á sama hátt og hann gat fyrirgefið lamaðamanninu syndirnar og gefið honum máttin í fæturna á nýju, þá getur hann fyrirgefið mér og þér. Honum ekkert megn. Hann getur jafnvel meira að segja. Látið einhverja ömurlega reynslu sem við höfum gengið í gegnum hjálpa okkur til að vekja í okkur væntumþykju til annarra í stað vonsku og frið, gefið okkur frið í stað firringar. En til þess að þetta sé hægt, þá verðum við aftur að gefa upp vonina að geta breytt fortíðinni. Jesús getur breytt okkur og vonin liggur til framtíðar. Vonin liggur ekki í fortíðinni. Við þurfum að muna þetta, svo ég rifið það aftur upp, þetta hugafar, munið hvernig hugafari var? Samt sem áður. Samt sem áður getur Guð breytt mér. Getur breytt í hvaða áhrif fortíðin hefur á framtíðina, getur hjálpað mér að læknast af sárunum sem aðrir hafa valdið mér. Hann getur breytt okkur þegar við getum það ekki sjálf. Þegar sjálfsmyndin okkar er brotin, þá kemur það niður á fólki í kringum okkur. Sérstaklega þeim sem við elskum. Því miður. En Jesús segir þetta við mig og þig í kvöld og alla daga og mætir okkur með þetta sem þessi sömu orðum hann sagði við lamaðamanni forðum: barnið mitt, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Og Biblían notar þetta orð synd þegar það átt við þetta eyðileggjandi ferli. Þegar við leyfum því sem við getum ekki breytt að breyta því sem við getum breytt og greinum ekki munin á þessu tvennu. Synd er að mörgu leyti vandmeðfarið orð. Með því að setja orðið synd í eitthvað samhengi, þá er ekki að tala einhverjar leikreglur sem við höfum ekki að brjóta. Syndin ristir miklu dýpra en svo, hún er eins og þverbrestur í gegnum okkur. Hún er í rauninni, þverbresturinn okkar. Ávanar, ósiðir, allt sem við gerum sem að særa okkur sjálf og þau sem við elskum. Það kallar Guð synd. Án efa, og ég er ekki einn það að óskaði stundum að maður væri öðruvísi en maður er. En eins og Páll postuli sagði líka, hið góða sem ég vil, það ger ég ekki, en það slæma sem ég vil ekki, það ger ég. Jafnvel hann glímdi við þetta. Þetta er samanlegt og við þurfum öll á Guðs hjálp að halda í þessu. Og munum þetta, ávöxtur anda Guðs er kærleiki. Gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og sjálfsagi. Kannski hefurðu aldrei tekið við fyrirgefningu Guðs eins og lamaði maðurinn sem ég var að lesa áðan. Vegna þess að þú heldur að Guð vil ekki hafa með þig að gera. Það er ekki rétt. Guð elskar þig. Jesús læknaði lamaðamanninn og hann hefur vald til að fyrirgefa syndir og nú er komið að þér.
Guð blessi ykkur öll. Að burðast með eitthvað, þá er þetta skref að koma fram fyrir Guð og játa syndir okkar og hann er trúr og réttlátur og fyrirgefur syndir okkar. Þannig ég hveti ykkur til að koma hérna fram, þið sem viljið, og fá fyrirbæn. Við erum hérna nokkur í fyrirbeðendahópnum og komið og við komum fram fyrir Guð saman og biðjum og spjöllum. Amen.